Sæl og blessuð. Emma heiti ég og ljósmóðir og lektor við námsbraut í ljósmóðurfræði hérna við Háskóla Íslands. Ég ætla að segja ykkur frá 2 námsleiðum sem í boði hjá okkur í ljósmóðurfræðinni. Við höfum nýlega breytt námskránu hjá okkur og þessar 2 leiðir sem ég ætla að segja ykkur frá endurspegla það að einhverju leyti. Ég ætla að byrja á að segja ykkur frá þessu svona klassíska ljósmóðurfræðinámi sem framhaldsnám eftir hjúkrunarfræði. Þetta meistaranám og það lýkur með starfsréttindum til þess að starfa sem ljósmóðir. Þetta nám byggir á þessari nýju námskrá hjá okkur í ljósmóðurfræðinni en áður útskrifuðust ljósmæður með embættispróf. Þannig að ég ætla líka að segja ykkur frá meistaranámi sem í boði fyrir þessar ljósmæður sem útskrifuðust með embættispróf í námskráni áður en henni var breytt. Ég ætla að fara eins yfir þær forkröfur sem við gerum til umsækjanda og fara yfir inntökuskilyrðin og bara ferlið við inntöku nemanda í námið hjá okkur. Og svo ætla ég enda að segja ykkur aðeins bara frá uppbyggingu námsins og starfsvettvangi ljósmæðra. Þá það fyrst ljósmóðurfræðinámið sem framhaldsnám fyrir útskrifaða hjúkrunarfræðinga og lýkur með meistaragráðu til starfsréttinda. Þetta 2 ára fullt nám og hluti klínískrar starfsþjálfunar fer fram á sumri og þá launað. Námið 120 einingar sem skiptist eiginlega til helminga í fræðilegar og klínískar einingar. Námið í rauninni þannig uppbyggt að þetta fræðilega nám og starfsþjálfunin kallast á. Eins og til dæmis á fyrstu önninni fyrst bóklegt nám í nokkra vikur eðlilegt barneignaferli og svo fer fram klínísk starfsþjálfun þar sem áherslan á þetta eðlilega barneignaferli. Næst taka við nokkra vikur sem þá bóklegt nám ýmis frávik frá hinu eðlilega og svo strax á eftir starfsþjálfun sem tengist því. Og þannig kallast fræðilega og klíníska námið á í gegnum allt námið og starfsþjálfun á vettvangi hefst strax á fyrsta misseri. Náminu lýkur svo með 30 eininga meistaraverkefni sem unnið að mestu leyti á síðustu önninni. Hver nemandi velur sér verkefni sérsvið innan ljósmóðurfræðinnar og vinnur svo verkefnið undir leiðsögn leiðbeinanda. Inntökuskilyrðin í námi ljósmóðurfræði BS-próf í hjúkrunarfræði eða sambærilegt nám erlendis frá og íslenskt hjúkrunarleyfi. Að auki gerum við ráð fyrir að umsækjendur hafi lokið 2 valnámskeiðum á 4. ári í grunnnáminu í hjúkrunarfræði. Og þetta námskeið sem heita kynheilbrigði og kennt að hausti og konur, heilsa og samfélag sem kennt að vori. Hjúkrunarfræðingum sem hafa útskrifast án þess að taka þessi valnámskeið, þeim stendur líka til boða að taka þessi námskeið þá bara sérstaklega í undirbúningi fyrir umsókn þetta nám. Við inntöku í námið þá tökum við mið af nokkrum atriðum. Fyrst og fremst við að horfa til einkunna úr námi í hjúkrunarfræði. En við horfum einnig til annarra menntunar eða starfsreynslu sem umsækjandi hefur aflað sér. Umsækjendur skrifa líka stutta greinagerð með umsókninni þar sem þeir gera grein fyrir vali á námi, áhugasviði og markmiðum sínum með náminu. Þeim umsækjendum sem uppfylla svo þessi skilyrði boðið í viðtal og þá tökum við að sjálfsögðu einnig mið af frammistöðu umsækjanda í viðtalinu þegar við veljum inn. Næsta haust munum við bjóða 12 nemendum að hefja nám í ljósmóðurfræði við Háskóla Íslands. Starfsvið ljósmæðra mjög fjölbreytt og tekur námið mið af því. Ljósmæður sinna bæði hraustum konum í eðlilegu ferli en einnig konum og börnum sem veikar fyrir og þurfa mjög sérhæfða umönnun í barneignaferlinu. Ljósmæður starfa bæði sjálfstætt en einnig inni á hinum ýmsu stofnunum og eru þar með verkefni sem tengjast barneignaferlinu og kynheilbrigði. Sem dæmi starfsvettvang má nefna meðgönguvernd á heilsugæslustöðvum, meðgönguvernd, fæðingahjálp og sængurlegu á Landspítala og hinum ýmsu heilbrigðisstofnunum allt land. Ljósmæður sinna einnig heimafæðingum, krabbameinsleit og ráðgjöf getnaðarvarnir. Námið, alveg eins og starfið, mjög fjölbreytt og með mikilli áherslu á verklegt nám. Námið bæði krefjandi og skemmtilegt og sérstæðan felst kannski helst í því að hver árgangur mjög lítill hópur.
10 til 12 manns sem myndar oft með sér mjög náið samband. Hver hópur einkennist einnig af því að nemendur hafa yfirleitt brennandi áhuga á náminu og hafa lagt mikið á sig til að fá tækifæri til að setjast aftur á skólabekk. Það eru því mikil forréttindi fyrir okkur kennarana að fá að kenna slíkum hópi. Nemendur fá tækifæri til starfsþjálfunar á öllum þeim lykilstöðum þar sem ljósmæður að vinna, bæði með hraustum konum í eðlilegu ferli en einnig með konum sem eru veikar fyrir eða með áhættuþætti. Við hvetjum okkar nemendur til að sækja sér námstækifæri á landsbyggðinni og sumir nemendur hafa einnig nýtt sér tækifæri erlendis og farið þá erlendis í skiptinámi nokkra vikur. Þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá meistaranáminu sem þá fyrir útskrifaða ljósmæður. Það að segja ljósmæður sem ljúku sínu námi með embættisprófi í ljósmóðurfræði. Það í rauninni bara inntökuskilyrðin að hafa lokið þessu embættisprófi og við miðum við einkunnir úr grunnnáminu í hjúkrunarfræði og að þær séu að lágmarki 6,5. Nemendur fá metnar einingar bæði úr hjúkrunarnáminu og úr ljósmóðurfræðináminu sem þeir hafa nú þegar lokið, en bæta svo við sig 48 einingum sem skiptast þannig að skyldunámskeiðin eru 18 einingar og meistararitgerðin 30 einingar. Og eins og þið sjáu hér á glærunni þá eru námskeiðin sem nemendur taka til þess fallin að undirbúa meistaranema til að vinna meistaraverkefni sitt, svo sem undirstaða í tölfræði og aðferðafræði. Einnig taka meistaranemar þátt í 10 málstofum þar sem þeir fá tækifæri til að kynna sína rannsóknir og rýna rannsóknir annarra samnemenda. Lokaverkefnið svo 30 eininga meistararitgerð sem unnin af nemanda undir leiðsögn leiðbeinanda og umsjónarkennara. Efni meistararitgerðarinnar innan sérsviðs ljósmóðurfræðinnar og alltaf ákveðið með leiðbeinanda. Meistaragráðan gefur ýmis tækifæri, til dæmis að halda svo áfram í doktorsnám. Ef þið viljið nánari upplýsingar þá sjáum við hér vef hjúkrunarfræðideildar og svo það Elín og Margrét sem eru að svara spurningum ykkar núna ef einhverjar hafa vaknað, en þið getið einnig senda tölvupóst og sjáu hér netfengin þeirra. Og þá segi ég bara sjáumst í haust.